stærðfræði hefst með talningu. Getur ekki hafa byrjað öðruvísi. Einhver orsöguleg vera, fyrsta veran sem var kannski með skynvitund, hún átti að segja því að hún var hún sjálf. Eitthvað svona. Hún hafði verið heimspekileg líka, þetta stærðfræði, fyrst og fremst. Og það var annað nafn yfir heimspeki hér fyrir 2000 árum síðan. En við byrjum þá að telja 1, 2 og 3 og svo höldum við bara áfram þá til þurfum að stoppa. Fyrstaklega nýtum við okkur það í forritun og teljum við notum yfirleitt talningar. Forritun okkar, við lærum svokallaða forlykkjur og annað og hafa það svokallaða liðvísa. 1, 2, 3, 4, 5 upp í einhverju tölu n, einhvert gildi. Svo bara östutt þróun táknmáls, einhvern veginn túlkuðu við 1, hugmyndin 1. Til þess að gera langa sögu stutta, þá bara búið að ákveða það að hugmyndin 1 táknuð með þessu tákni. Og hvernig ég var að lesa á táknunum, þetta hérna, þessi þriggjastrika jafnaðarmerki, það jafnaðarmerkið eins og við notum það oft í forritun. Það sem á vinstri hlið fær merkingu þess sem á hægri hlið. Þetta hérna þriggjastrika jafnaðarmerki skilgreiningartákn og við lesum það svona á að þýða það sama og. Fyrir mig eitthvað 1, jafnaðarmerkið glænýtt. Það komið fyrst til sögunar 1557. Maður frá Velsi sagði, sniðugt, býttu nú við. Ég að skrifa kennslubók, ég þarf alltaf að skrifa 1, unus, plus, 2, plus, equitur, þetta skrifa alltaf latínu, prius, svona, eitthvað rétt hjá mér, hann þetta skrifa latínu, ég kann ekki latínu. Og hann sagði, í staðan fyrir EQ, hann að skrifa E. Það jafnar heldur 2 strik. Það hafa löng, það var mikið að milli þeirra. Þetta var rætt lengi, allir deilum í Þýskalandi, en við höfum jafnaðarmerki frá Robert Rekord. Og vel, hversu svo sem löng saga stærðfræðinnar þá lítur hún einhvern veginn að vera fólinn einhverjum góðu fortíðarinnar. En forngrikkir rannsaka stærðfræðina. Þeir fara að velta henni fyrir sér, gera sanna. Af hverju eitthvað satt? Í næstu viku munum við líta í fyrstu bók Evklíðs og lesum nokkur orðum hann. Evklíð hérna, sjáum við hvernig hann á dögum, til 325 fyrir Krist, hann var í Egyptalandi, Alexandríu, skýrði höfuðið á þangað og hópuðust mestu hugsuðir þeirra tíma. Voru í bókasafni Alexandríu, fengið fríði og næði til þess að velta hlutunum fyrir sér. Evklíð tekur saman alla stærðfræði sem þá þekkt, arfur frá Forn-Egyptu, Súmerum, Míkenjumönnum og svo framvegis. Þessi ritröð hans, það voru 13 bækur sem eru kallað frumþættirnir. Það voru kenndar í stærðfræði, alveg frá því það voru gefnar út. Þið sjáum fyrir þetta löngu tíma á annarri öld fyrir Krist, þegar þetta voru nokkuð þróað. Og það eru kenndar allan heim fram á 20. öld. Og svo var hættumenn því í kringum 1950 síðast í Bretlandi að kenna þetta. Og ástæðan fyrir því að við ætlum að kynnast frumþáttunum, fyrstu bókin allavega, í næstu viku svo að við höfum tapað miklu á því að hætta að kenna. Við erum bara ekki jafn góðir stærðfræði fyrir vikið. Og við ætlum aðeins að skoða hvað við getum gert, hreinlega til þess að átta okkur á táknmálinu og öðru. En stærðfræði forngrikkja byggðist á rúmfræði. Þeir höfðu flatarmyndir fyrir sig og ef þeir eru eitthvað sviðstöð þá finnst mér gott að sjá hlutina fyrir. Mér finnst gott að geta teiknað mynd. Mér finnst gott að hafa hringfang, gott að hafa rekastöð. Og algebran kemur síðan miklu seinna. Algebran kemur rauninni ekki til sögunnar fyrir heldur en svona á 14. öld. Og þá fara að gerast í raun og veru kraftaverk. Þá fyrstu táknmál til þess að lýsa hugmyndunum, svo höfðum við rúmfræðina og þetta kemur saman. Rúmfræði og táknmál, þá fara menn að geta gert svo miklu meira. Og það ekki tilviljun að heimurinn breytist því að stærðfræði kemur til sögunnar og verður betri. Við þurfum að læra á hana, læra tungutæki, læra orðin, læra tæknina. Og það voru bara 2 amboð leyfð, eða 2 tæki svið. Það var rétt skeið, og þá höfðu menn bara hvað eina sem eins og reglustrika. Ekki reglustika, því hún stikar, hún kvörðu, heldur reglustrika, þetta strika eftir henni beina línu. Svo höfðu þið svo kallaðan samfellanlegan hringfara,
það var ekki að festa hann, þannig að við settum sko hringfarann hér og svo vorum við með hinn arminn hérna. Það ef menn sko lyftu hringfaranum og fjalla hann saman. Þess vegna verður menn að stinga honum þétt niður og draga síðan í sandinn hringinn eða á papírusinni hvað þeir þáðu nú í frá Egyptu. Og við verðum að smíða stærðfræðina með þessum tólum. Við gerum það í næstu viku. Og við ætlum reyndar að nota í alvörunni hringfara, við þurfum að eiga hringfara og reglustykku og mæta með það. Og svo ef þið hafið notað GeoGebru, þá notum við hana líka, hún ókeypis, forrið til þess að teikna rúmfræði og svolítið þægileg. Þannig við kynnumst aðeins þessu. Það hjálpar okkur. Miklu auðveldur að sjá hluti fyrir sér. Hvað að gerast þegar tveir ferlar gerast þegar við notum rúmfræði Evklíðs. Og hérna þetta bara stuttur útdráttur úr því sem við sjáum í næstu viku allir verið til. Hvað strik? Það bara það sem maður fær þegar maður notar réttskeið. Það svo smiðurinn hugsa. Svo verður maður að hafa einhvern veginn orði við hlutina. Þetta strik og hvað á þessari mynd? Jú, þetta 2 punktar á mynd. Evklíðs sagði punkturinn það sem ekki hægt að skipta. Okkur finnst það svolítið ónákvæmt í dag og nú segjum við að punktur sé röðuð tvend í einhverju tvívíðunýtakerfi. Af því að þeir voru bara með slétt blöð. En það eru punktur í þrívíðunýtakerfi. Þá þurfum við x, y og z eða ekki. Og til þess að búa til strik þurfum við 2 punkta og svo bregðum við bara rétt skeiðina á milli þeirra og strikum. Og svo þurfum við að búa til stærðfræðina fyrir eins og hún var til á 14. og 15. öld. Þetta hringur, svo segja þið frá því, allt í orðum, ekkert stærðfræði táknmál þegar það var. Og það þetta sem maður vildi reyna að segja frá. Það hringur. Prófið bara, reynið að skilgreina hring heima. Þið með ekki nota neitt stærðfræði táknmál. Þið verið að segja hvað hringur Svo að spyrja, myndum við vita að þetta væri hringur? Og til skilgreiningunum minni? Spurt bara litlu systur eða mög. Því það kunst að skilgreina hluti. Það skoðið aftur líka aðeins nákvæmlega í næstu viku. Bara að fá okkur til þess að velta hlutunum fyrir sig. Og hérna, hvað ég var að segja lína sé. Hvernig myndum við gera þetta þegar þið væri Evklíð? Hann gerir svona. Lína hjá þeim var reyndar bara ferill, þess vegna ferillitak, sem að segja þarna, eða beinlína. Það bara ferill sem dregin í gegnum 2 punkta með réttskeið. Öllu heldur lína. Hún framlegging á strikinu sem ákvarðast af 2 punktum. Sjáðu ekki fyrir ykkur. 2 punktar, dragi strik á milli punktana. Það strik. Lína þýðir hugsaðu sér með bara eins langa réttskeið og vilt og þú getur bara haldið áfram að framlengja striki. Það lína. Og svo hérna það fyrsta sem við ætlum að skoða. Það undirstöðu hugtök hjá okkur. Við ætlum að reyna að komast aðeins í kósinus og sínus í næstu viku. Við þurfum að vita hvað þetta kemur. Þá þurfum við að vita allt hring. Og við þurfum að vita sem mest þríhyrninga. Og þurfum að vita hvað ákveðin hugtök þýðir. Hvað þýðir einhverju 2 þríhyrningar eru eins? Hvað eigum við því sem einhverju 2 þríhyrningar eru eins? Áttu við þessu eins í laginu? Áttu við þessu nákvæmlega stórir? Það sömu horn. Þannig að við þurfum að segja frá hvað hlutirnir þýða. En þetta sem sagt það fyrsta verkefni til dæmis sem við ætlum að velta fyrir ykkur. Hér við hring og við kunnum þessa formúlu. Ummál hrings einhver furðuleg tala sem við fengið nafnið pí sinnum þvermál. Þess að komast að því þá auðvelt að mæla þvermálið. Það getur maður farið hér með nú má ég nota reglu stíku, farið reglu striku og mælt þetta bara hérna bollan. Hvað langt? Af því að með réttskeið get ég ekki mælt og þú kemur í ljós bara í stærðfræði. Það gríðarlega erfitt að mæla lengdir öllu sem einhvern veginn sem víkur frá einu strik. Get ég náttúrulega bara fengið mér spottakorn, brugðið því hér utanum, klifta og borið það saman við þvermál eða lengd. Svo komast að því að botninn sem fer hér utanum í hverjum hann aðeins meira en 3 sinnum lengri heldur en þvermálið. Það sem þið komast að. Reyndar var þessi bókstafu pí, gríska p ekki notaður fyrir ná 16. öld en við látum sem svo. Það sem búið til lengur parti, ekki að tala þetta. Men sögðu alltaf þessi hlutfallsfasti, ummál hrings deilt með þvermál. Þessi tala sem að Arkímedes sagði, notið 22,7. Og svo bara aðeins táknmál, aðeins velta fyrir okkur þríhyrningum. Og við skulum líka bara sjá hvernig þríhyrningar eru smíðaðir eins og Forngrikk gerði það. 3 línur
Það er fínt að nota svona skrifað L til þess að tákna línur. Skrifa L, lína 1, lína 2, lína 3. Við höfum hér liðvísa, 1, 2 og 3, 3 línur. Við höfum að teikna mynd af 3 línur sem ekki eru samsíða. Samsíða línur eru 2 línur í sléttu sem skerast hvergi. Það er það sem við segjum að sé samsíða. Ef við fáum gefnar eins og er á myndinni hérna, 3 línur sem eru ekki samsíða 2 og 2, þá skerast það. Þá mynda það þríhyrning. Svo er þetta táknmál sem þið kannski kannast við sem sniðmengi eða eitthvað svoleiðis, en við erum alveg saman það. Þetta táknmál þýðir bara L2 og L3 eru línur og við erum bara að segja þær eru eitthvað A sem er punkt. Punkturinn A er sá staður þar sem þessar 2 línur skerast. Þetta er bara táknmál fyrir það, við skilgreinum það þannig. Og eðlilega þá getum við kallað þessa punkta eitthvað þeirra hornpunkta þríhyrnings. Og svo þurfum við að segja frá alltaf hvað við erum að meina. Þríhyrningur með hornpunkt ABC hérna, er táknað svona. Það er gamalt og gott táknmál. Hvernig við tákna hliðalengdirnar. Við höfum ekki endilega að segja hvað eru langar, heldur bara þetta séu hliðalengdir. Getum við sagt, strikið frá A til B. Þetta hérna, bláa strik og svo er það framlengt í línu. Nú. Þá skulum við aðeins velta fyrir okkur einu til, göngum öll að því svona sem gefnu þegar við erum að tala eina hring, annað við hornasummu eða við segjum að það sé 360 gráður og við vitum öll hvað það við. Það er eina hring við gráðuboga og hann er skipt öllum hringnum, öllum boganum í 360 jafnlöng, jafnförðuð bil. Þetta er hugmynd sem kemur fyrst frá Súmerum, kemur síðan í Forn-Egypta og þeir sögðu það eiga að vera 360 dagar í árinu, bara gráðu bogi og höfum frí í 5. Þið gerðu það, og bara frí í 5 dagar, þið voru ekki með. Var þetta menning sem var til í árþúsundir, við komumst að því að þetta bæta einum degi við á 4 ára frest, einum degi til viðbótar á 400 ára frest. Komumst að þessu. Til þess að segja nákvæmlega hvað 1 ár væri langt, þá miður allt við það þegar vatnið Níl óx. Það gerist einhvern veginn alltaf á sama degi. Og það var Íslendingur sagði þetta, alltaf verið 17. júní, alltaf 17. júní. Jón Sigurðsson að benda henni sjást ekki það sem þið var að hugsa. En það sem þið gerðu var það að þið tóku eftir því á þessum tíma þegar flóðin urðu í Níl, þá var sólin í ákveðinni stöðu. Þeir þekktu og rannsökuðu himnana. Og þeir miðuðu við það og þeir bjuggu til svona hringi, sammiðjahringi sem minnkuðu og akkurat á ákveðnu tíma sem þau væri bara 0 punktur ársins og skein sólin í gegnum alla hringina. Og þeir gripu þennan geisla með að gera lítið gata á hof. Geislinn fór inn og akkurat þá lýstist upp pínill blettur inn í hofinu. 1 augnablik á einu ári, svo hélt sólin áfram sinn gang. Stöðaðist aldrei, nema einu staði gegn línumanni. Þá sagði, stopp, ég fylgist þig að berja á þeim. Svo er þetta bara að rannsaka, hvað líður langt á milli þess, við þurfum að hafa eitthvað 0 tímans, bara akkurat til við sjáum ljós inn í hofinu, svarta hofinu. Þannig komumst þér aðeins, hvað 1 ár er, síðan þóðu gráðubogan og það, sagði. Og við skulum þá aðeins sjá hvað við getum sagt, sko, til lagi, heill hringur er 360 gráður. Hver er hornasumma þríhyrnings? Hvað er þetta horn? Við köllum þetta innhorn þríhyrningsins, þessi hérna 3. Þetta hérna væri kallað úthorn til dæmis. Og innhorn pluss úthorn, hvað er það margar gráður? Já, 108. Og það komið, þeir eru svona margir gráðubúarnir á þessu formi. Hér er horn, við vitum ekki hvað er stórt. Og hér er jafnstórt horn, er það ekki? Beint á móti, við kallum topp. Ef við tökum þessa bláu línu, sjáum við því, færum hana til, þannig að við fáum afrit af henni sem er samsíða þessari bláu. Ef ég hitti nú sæmilega á þetta, við getum verið hér. Þetta er bara sama lína, hún er færð í gegnum punktinn C. Samsíða hinn. Nei, ég ætla að gefa þessu horni eina merkingu. 1 strik. Hvað er þetta hérna horn stórt? Jafnstórt, við höfum enga tölur, við höfum bara að segja, jafn og eitthvað annað. Eina sem við höfum.
hvað er þetta hérna hornstór? Þetta horn sem hefur hornbótt C og sjáum við hérna afmarkastafar hér blá og grænu línu. Er þetta ekki jafnstórt þessu hérna horn? Þessu tvö hérna? Það er merkjum það svona, strik, strik, því þeir eru eins. Getum við fundið horn jafnstórt þessu einhvers staðar annars staðar? Já. Nota tvö stikli sem merkja það. Flott er. Ef við leggjum nú saman, sjáum við þessi hérna horn. Hvað er þetta mikið? 180. Við sjáum að nú þetta er eins og þetta og þetta hér í jafnstórt þessu og þetta hér í jafnstórt þessu. Hver er hornasumma þríhyrnings? Svo skrifum þetta niður og vöndum okkur. Já, það er 180. Önnur leið til þess að sjá þetta er kannski að ímynda sér að sjá, já, við kunnum þetta. Þetta er alveg augljós núna. Þetta er. Og við getum líka hugsað sem svo. Ég er fluga, nei ekki flugur, sem hafa eitthvað sem flýgur ekki. Maur sem leggur af stað svona, gengur eftir hliðarlengd þríhyrnings, svona. Og hérna, hann er að beygja. Hann beygir, þá fer hann hér. Og svo mælum við hornið, hann beygir. Hittir, beygir það. Og svo fer hann hingað og hann beygir. Og hann er áfram og hann þarf að beygja hér og hann kemur síðan aftur að þess að komast aftur á sama stað, sjáu þið. Nú segja bara hann í hérna einhvers staðar, er hingað, eftir línunum, hingað og hingað. Það er búin að ganga marga gráður. En ef við myndum vera með gráðubóð að mæla hvað hann beygði mikið í gráðum. Hann byrjar hér og einu skipti sem hann beygir, það er til vinstri og endur á sama stað. Það hlýtur hann hafa gengið marga gráður. Já, hann er. Fínt er. Hann er búinn að ganga 360 gráður. Flott. Allt í lagi. Þetta hér eru 360 gráður, hér er hringur sem er 360 gráður, hér er 360 gráður. Og hvað getum við sagt þetta? Ef við förum hér heila hring, þá er komið 360, hér 360, hér 360. Að því við vitum hvað þessi hérna horn eru, þá getum við líka svara því, til dæmis, gera það síðan við, hvað er þessi hérna horn stór, saman. Við erum ekki að svara þessu núna. Við erum bara að velta fyrir hvernig við notum flatamyndir og hugmyndir til þess að átta okkur á fyrir 9. Það var fljótgert að finna út að horna sem að því er 180 gráður. Það er eiginlega alveg augljóst bara með að draga eitt strik. Svo áður við hættum, þá er undirstaða allra flatamálsmælinga og síðan heildun hvaðina er að þegar við margföldum er rauninni það sem að forngrikkir hugsa. Það stendur þeim. Að við getum bara að túlka margföldun, við segjum tvekja talna, þessu að tvekja strika þegar þau eru hornrétt. Þetta strik hérna, það skeytir þessi punktur A og þessi B og þessi punktur heitir C, þegar hann setur neglu þá, strengjum á milli, spotta. Og það er þetta að gefa þeim merkingu hvað strikið AB sinnum strikið AC er þetta strikið AB og þetta strikið AC eða CA sem er það sama í skilningu strika. Að AB sinnum AC, það er flatamál. Það er eina sem við höfum. Við þurfum einhvern veginn að ákveða allt út frá þessu. Og við segjum grunnlínan sinnum hæð. Og ég var alltaf við að þetta séu þverstæðar stærðir. Grunnlínan sinnum hæð. Það er eina sem við höfum. Næsta sem við gerum er allt í lagi. Ef við setjum nú bara einhvern punkt hér, veljum, segði stopp, til okkur augunum. Enter. Þarna setja ég nagla. Og strengi hér á milli þessara nagla. Ekkuð.
og hér. Nú langar maður að vita hvað þetta flatarmál er. Gaman að líta. Ég veit hvað bláa flatarmálið er. Hvað er græna þetta? Græna flatarmálið er nákvæmlega helmingi minna en bláa flatarmálið. Alveg sama hverfi sem ég stopp. Allt til að nú kemur eitthvað annars stopp. Það loka augunum. Það var eitthvað að segja, ég ætla að nota hennan þá. Þið stopp. Aftur. Óttir, þarna setja ég nagla. Bara góðan hamar. Bleikur, þetta er bleikur. Skilgreint sem bleikur. Hvað er bleika flatarmálið? Bleika flatarmálið er helmingurinn af bláa flatarmálið. Þú voru bara að tala eins og fótbyrki gerði. Þá getur við sagt reglu, jæja, sjáum strikið CA, það er nákvæmlega hæð samkvæmt smíð þessara þrýtinga. Þess að við vörpum hér loflínu hér á þessum punkti, hinum ekki að skýra hann. Þá þetta er jafn langt strikinu CA og þetta hérna líka. Getur við ekki búið til reglu? Hvernig þetta bara, skýrum A, B, C, D, E. Hvað er flatarmál þrýtingsins A, B, E? Það er lengd striksins AB. Já. Kannski setja fótpunkt hér. A, B, C, D, E, F, G. Það getur klárað lagið. Flott og gott. A, B, C, D, E, F, G. Og þá getum við séð að við höfum skrifa að flatarmál græna þrýtingsins er strikið AB sinnum strikið FD. Ekki? Það er sama á AC. FD. 2. Þá kunnum við að smíða þrýting. Við þurfum til þess að reikna flatarmál þrýtinga, þá þurfum við bara að velja einhverja grunnlínur og einhverja hæð. Það er ekkert erfitt heldur. Nú notum við bara þessa ágætu mynd hér. Ef ég ætti að reyna að tákna einhvern veginn flatarmál þessa þrýtings og ég segi ég er búinn að uppgötva regluna að grunnlína sinnum hæðleiknum tveimur, hvernig finn ég hæð? Jú, greinilega var það þannig að ég fer í einhvern hopppunkt og tek lóðlínu hérna á strikið sem veit að móti hopppunktinu. Það þýðir að það sé 90 gráðu hopp hér. Þá sjáum við að þetta bleika strik, við köllum það hæð á strikið AB. Það er ekki eðlilegt orðað. Bara hæð á strikið AB. En það verður að fara upp í hopppunktinn. Það er miklu auðvelt að kasta bara lóðlínu. Ímynda sér að strikið AB líkir lárétt og maður þessi bara lóð, stefnir í spotta og það er beinni. Stefnir nú jafnvel miðju, en Forngríkir vildu enga físík. En þetta er ekki eini möguleikinn til þess að mynda grunnlínu og hæð. Hvað séum að fara héðan? Ég get tekið lóðlínu frá þessu punkti B á strikið á móti, sammála. Svo ger ég það. Þá myndi ég segja, er þetta nokkurn veginn 90 gráður? Þau eru miklu þægilegir þegar við fáum geogefru. Það er 90 gráðu hopp. En það er eitt möguleiki enn, ekki svo? Já. Þú segir þetta væri svona. Það segir býttu nú við. Það eru 3 leiðir til þess að reikna flatarmál þrýtingsins, grunnlína sinnum hæð, 3 möguleikar, 3 hopp, í hopppunktur. En býttu nú við, skerast þau öll í saman punkti þessar línur. Skerast hæðirnar allar í saman punkti? Svarið já. Og sýnist það, við þurfum einhvern veginn að síðan að sanna. Og svona punktur kallaður hæðapunktur, með stóru hái.